þá komið á nokkrum orðum á hérna. Ég ætla aðeins að rifja hérna upp gamla minningu mann. En ég þroskaþjálfi og vann við það til ég var 70 ára gömul. Þá fékk ég ekki lengur að vinna. Ég elskaði að vinna með fötluðum og mér hlakkaði alltaf til að fara í vinnuna. En við sem vinnum með fötluðum þurfum að gefa mikið af okkur í starfi. Við þurfum oft á tíðum að lána öðrum dómgreind okkar, taka ákvarðanir fyrir aðra út frá okkur eigin reynslu heimi og við veltum stöðugt fyrir okkur hvort við séum að gera rétt er að gera það sem skjólstæðingum okkar fyrir bestu. Við erum oft gagnrýnd fyrir störf okkar en fáum sjaldan hrós en það sem gleðihjartað bros þeirra sem við vinnum með og gleði þeirra. Og það sem gefur þessu starfi gildi einstaklingarnir sem við vinnum með. Þegar við sjáum að það framfarir, þegar við sjáum gleði og þegar við getum linast sársauka og sorgir. Stundum gerum við grín hvert á öðru og einnig af einstaklingunum sem við vinnum með. Ekki niðrandi merkingu, heldur það einhvers konar súrefni fyrir sálina, þegar álagið og spennan svo mikil að við getum ekki meira. Mér langar að deila nokkrum minningum einstaka mann. Hann hét Gunnar Kárason, sem var einn af þeim personum sem gaf vinnunum minni með fötluðum svo mikla gleði. Fyrstu kynni mín af honum var þegar við hjón réðum okkur sem fóstrur á Sólheima í Grímsnesi árið 1986. Það var eftir að við höfum mist allt fyrir vestan, bát, kvóta og húsið okkar og við vorum í stökustu vandræðum hvar við gætum verið eða unnið og hvernig við kæmustum af. Það var fyrir ótrúlega handleiðslu Guðs að okkur rak á land á Sólheimum í Grímsnesi. Og ég ætla ekki að fara út í þá sögu, ég held ég hafi gert það áður. Þar fengum við bæði vinnu og húsnæði og ég fór síðan í skólan og lærði að vera þroskaþjálfi. Ég ætla aðeins að segja ykkur frá honum Gunnari Kárasyni. Ég var að taka til í gömlum pappirum og fann eins konar minningagreinum hann sem ég hafði gert eftir að hann lést 1996. Mér langar að deila þessu með ykkur því gladdi mig svo mikið að lesa þessa nærri 30 ára minningar einstaka mann. Gunnar var mjög sjálfstæður og bjóð þá einn í ömmuhúsi. En ömmuhús var lítið hús sem móðir Sessilíu gisti í yfir sumartímann meðan hún lifði. Gunnar fékk það svo seinna eftir hún lést og bjóð þar með hundunum sínum honum Gutta. Hann titlaði sig sem bústjóra og tók það mjög alvarlega. Einnig titlaði sig sem staðarlistamann þegar það átti við. Hann fór fljótlega að venja komu sínar til okkar hjóna og sníkja hjá okkur sígarettu en að þeim tíðum þá reyktu við bæði og við laumuðum einstaka sinnum einni sígarettu að honum sem hann var mjög þakklátur fyrir. En reyndar hætti ég að reykja á föstudaginn langa 1987, þannig ég gaf hann ekki fleiri sígarettur. En Gunnar var ekki þekktur fyrir að vera snyrtilegur og var erfitt að fá að hjálpa honum. Einhvern veginn fékk Grétar að hjálpa honum og aðstaða hann við klippa neglur og táneglurnar sem voru mjög langar. Eftir það kom Gunnar reglulega til okkar í fótsnyrtingu. Það var mikið talað og við spurðum hann gömlu tímana hér á Sólheimum, en hann var eitt af börnunum hennar Sessilíu og kom ungur á Sólheima. Hún var ströng, sagði hann, mjög ströng. Hún vann mikið og vöknuð fyrir allar aldir. Eitt sunnudagsmorgun var Sessilía vöknuð löngu og undan okkur og komin á fætur. Þá sagði ég við hana, farðu nú og legðu þau aftur Sessilía heitin. Það var gömur vindmyl á Sólheimum sem ráðist var í því endurnýja. Gunnar og Gutti snerist mikið í kringum þessa framkvæmdir og áleit hann sig vera aðal mannin í eftirlitinu, enda bústjóri. Þegar umræða vindmyluna kom til tals, sagði Gunnar alltaf,
Hann Gutti veit allt vindmyllur því hann hefur fylgst með verkinu frá upphafi. Gunnar var mikill listamaður og saumaði og skar út myndir. Eitt sinn kom hann askvaðandi til mín og var mikið niðri fyrir og sagði, Guðni, ég sem staðalistamaður þá ég búin að saga út skrattan sjálfan og nú þori ég ekki lengur að vera einn út á vinnustofunni eftir að fyrir að dimma. Ég bauð honum inn í kaffi og hann fór að spjalla við Grétar og agnúast hressilega út í stjórnina eins og hann var vanur. Það alltaf sama ruglið í þessum mönnum. Það verður að fá jarðhita og jafna þessum gróðurhúsum við jörðu því það eru svo mikið gróðurhúsa áhrif af þessum gróðurhúsum. Þau eru að eyða ósonlaginu. Já, en Gunnar saumaði mikið út eins og ég sagði og hann var mjög upptekinn af skrattanum á þessum tíma og saumaði myndir, nokkra myndir á honum. Og hann satt stundu hjá okkur og saumaði og þá spurði hann mikið út í Biblíuna og skrattan og skildi ekki af hverju Guð hafði hent honum út úr himnaríki. Og hann var einnig mikið upptekinn af að smíða kirkjur eða gera þær úr pappakossum. Þegar hann var útbúið Brynjólfskirkju var honum á orði. Þessi prestar komast nú ekki í föti mín. Þau komast nú ekki einu sinni með hælana þar sem ég hef tærnar í kirkjubyggingum. Og eftir að hundurinn hans Gutti dó var hann mjög eirðarlaus og saknaði hans mikið. Svo Ólína hjúkrunarfræðingur gaf honum hundið sinn hana Langbrók. Gunnar var stundum skammaður fyrir að gefa Langbrók allt á mikinn dósamat því hundurinn fitnaði mikið og dósamati var dýr. Hún Ólína á að borga matinn, hún á tíkina, eins og sagði hann. Hún Langbrók hefur stytt mér margar góðar stundir. Hann bað okkur stundum að lesa í Biblíunu og við lásum stundum fyrir hann einstöku vers og meðal annars þessi vers í Lúkasi 18. kapla. 15. og 16. vers, leyfi börnunum að koma til mín. Menn færði og til hans ungbörn svo að hann snerti þau. Lærisveinarnir sáu það og átöldu þá. En Jesú kallaði þau til sín og mælti, leyfi börnunum að koma til mín, varni þeim eigi, því slíkra er Guðs ríki. Sannarlega segi ég, hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, mun aldrei inn í það koma. Gunnar skildi þetta nú ekki. Geta fullorðnir ekki komist til himna, spurði hann. Og ég reyndi að útskýra fyrir honum að við þyrftum að vera eins og börn í hugsum og gjörðum. Hann sagði þá með áherslu. Ég hef nú alltaf verið barnið hennar Sessilju heitinnar og þá var það afgreitt. Gunnar var orðin lúin síðustu árin og var mikið heima við á daginn. Einn daginn var hann óvinnu slappur en hann kom samt út í Sólheimahús og þegar ég spurði hann hvernig honum liði, sagði hann, ég er nú ekki nógu góður, það er alltaf þessi árans liðagikt í höfðinu og svo stórar bjúgur á fótunum. Og en það var þann 4. desember 1996 að Gunnar satt við píanóið í íþróttahúsinu og spilaði Nú er Gunnar á nýju skónum. Það var venja að koma saman þar á morgnana og þá var tilkynnt hvað væri á döfunni við daginn og oft sungið saman. Gunnar dettur þá aftur fyrir sig og andar ekki og ekki gekka líka við. Ég fór með honum í sjúkrabílnu niður á Selfoss og á sjúkrahúsið. Þar var hann lagður upp á bekk og reyndi að koma hjartan í gang aftur, sem ekki gekk. Hann var síðan úrskurðaður látinn. Ég beygði mig yfir hann þar sem hann lá á bekknum til að kveðja hann í síðasta sinn. Þá kom síðasta andvarpið frá honum. Það var eins og segði bless. Hann þurfti auðvitað að hafa síðasta orðið. Þegar Sessilja heitin lesaði Gunnar að hún Sessilja skuli gera með þetta eftir öll þessi ár og ég gjörði orð hans á mínum og hugsaði að hann skildi gera mér þetta eftir öll þessi ár. Hann skammar mig ekki lengur eða biður mig að kaupa fyrir sig vínabrauðslengju þegar ég skreppi kaustaferð og hann skammar mig heldur ekki þegar ég skrepp til útlanda eða út fyrir hornsteinana eins og hann sagði. Gunnar var einn af mörgum skjólstæðingum mínum en allir hafi þeir gefið mér eitthvað af sér og kennt mér lífið, kennt mér að við öll erum sérstök, hver á sinn hátt. Ég hef unnið með börn og gamalmenni, börn á öllum aldri,
Það er oft átök og það eru sorgastundir, en gleðin yfir öllum litli sigrunum er þá mest. Já, Gunnar lést þennan dag 4. desember 1996 og fór þá sína síðustu ferð út fyrir hornsteinana. En Guð elskar okkur öll og við erum öll börnin hans á hvaða þroskastigi eða hverjar þar greiningar sem við erum með og hverjar þar áskoranir sem við stöndum frammi fyrir í lífinu. Og Jesús sagði í Lúkas 18. kapla 27. versi: Það sem mönnum megn, það megnar Guð. Það er svo gott að hafa það að leiðarljósi í lífinu og ég er þess fullviss að þegar Kristur kemur og tekur okkur til sín okkur öll, þá hittust við aftur þegar við bæði verðum farin út fyrir hornsteinana. Það verður fagnaða fundur á himnum og mikið spjallað. Takk fyrir. En þá skulum við syngja. Vel mig nú